heiti sem sagt Agnes Arnardóttir og kem frá Akureyri. Heyriði í mér? Mér var það á að treysta Landsbanka Íslands. Ég rek lítið fyrirtæki á Akureyri, svona við vorum 3 til að byrja með og þetta fyrirtæki í byggingariðnaði, við með þessi gólfefnaverslun. Það verður nú þannig að við mistum húsnæði sem við höfum verið með á leigu, svo við gerðum samning við Landsbankann fjármögnun á húsnæði til að byggja yfir starfsemina. Og þetta búið að vera ansi löng og leiðinleg saga, þannig að ég ætla nú ekki að fara yfir hana eins og leggur sig, heldur ætla ég bara að fara yfir þetta stóru máli. Við gerum sem sagt þennan fjármögnunarsamning og hann er í íslenskum krónum en tengdur við gengi. Við gerum samning upp á 80 milljónir króna. Þegar að 3 vikum áður en að búðin opnar þá hrynur Ísland. Þá erum við búin að fá cirka 60 milljónir af þessum 80. Banki lokar öll og segir að við skuldum honum 150. Ok, og við alveg bara já, einmitt. Það var nú ekki svo mikið sem við fengum. Ef þú vilt halda áfram góða mín, þá verður þú að koma með meiri veð. Annars bara tökum við aðeins bygginguna. Þeir aðilar sem voru búin að vera að byggja með okkur, sá sem seldi okkur einingarnar, þeir áttu eftir að fá loka greiðslu. Við náttúrulega horfum fram á það að þarna myndi fullt af fólki tapa fullt af peningum. Svo við vorum að þrefa við bankan og við þrefum við bankan í 3 mánuði. Við vissum náttúrulega að það var allt í upplausn og þeir vissu svo sem ekki hvað þeir voru að gera fyrir ykkar næri. En eftir 3 mánuði hefði nú kannski verið að fara aðeins að skýrast hlutirnir. En það endaði með því að við vorum þvinguð til þess að leggja heimilin okkar að veði og við fengum aðstoð frá öðrum einstaklingi eða sérst óháðum einstaklingi sem ekki tengdist fyrirtækinu á nokkurn hátt til að leggja fram veð líka. Frá þessum tíma hefur mikið gerst. Það er að segja að það hafa fallið dómar hver á fætur öðrum sem hafa sýnt fram á það að þessi gengistryggðu lán eru ólögleg. Það er að segja að tengja íslenska krónur við erlenda mynt. Við erum búin að láta núna í dag 5 lögfræðingar skoða þetta og það sem að banki var alltaf að segja við okkur eins og þegar við skrifuðum undir að ef það kemur einhver lausn önnur að þá munu þið náttúrulega að sjálfsögðu njóta góðs af því sem að náttúrulega sjálfsögðu gerist ekki. Þeir eru búin að vera alltaf á leiðinni með að finna einhverja lausnir, gera eitthvað og aldrei gerist neitt. Og endanum fannst okkur við orðnum svo miklu asnar að eru nokkuð komin inn á hné. Og við hugsaum, svona getur þetta ekki gengið lengur, nú bara gerum við eitthvað í málunum. Og ég ákvað að koma fram fyrir alþjóð og segja frá því hvernig væri verið að fara með fólk og fyrirtæki. Fór í Kastljósið fyrir rúmu ári síðan og ég í barnaskapinum hélt að þetta myndi nú vera til þess að menn myndi nú gera eitthvað. Ég var búin að skrifa að þeim tíma þegar ég fór í Kastljósið var ég búin að skrifa alþingismönnum og meiri sér alþingismönnum sem eru hér, þeir voru í viðskiptanefnd og eru það væntanlega ennþá. Ég var búin að skrifa ráðherranum okkar, bæði forsætisráðherra og fjármálaráðherra, á sjálfsögðu bankastjórunum því þeir voru náttúrulega fríir á þessu tímabili og þessum sem er núna, hann er búin að fá fullt af bréfum og hann hefur engu svarað. Ég er búin að fara á 2 fundi og ég er búin að fá 2 tilboð frá bankanum og í bæði skiptin upplifir mig eins og ég sé vanviti. Þeir hlusta ekkert á það sem við höfum að segja. Þeir harðneita að horfa í það að þessi samningar okkar upprunalega hafi verið ólöglegir, bara eins og það hef ekki verið, það hefur aldrei verið til, og tala við okkur eins og við séum bara algjörir vanvitar. Það sem hefur gerðið úrslagið var það að ég kærði bankann, var einfaldlega það að fyrir svona 5 vikum síðan, þá er bankinn búinn að ákveða það að nú ætlar að fara að skoða okkar mál og fara í þessa beinu braut sem kallað var. En til þess að það mætti verða, yrði ég að skila skattaskýrslu okkar hjóna, við þess að þetta er fyrir fyrirtæki, þetta er ekki fyrir heimilið okkar, og verðmæti á húsin okkar. Svo ég hugsaði með mér, er verið að spáði hversu stóra millustinn þeir geta hengt hálsinn á mér eða hvað. Nú gengur þetta ekki lengur. Þannig að við ákveðum að sjóða saman kæru til þess að fara með og hún var nú mest hugsuð til þess að vekja einhverju athygli á þessu því að kæra banka fyrir þjófnað, ég meina hann situr ekki inni, þannig að þetta er svona var meira til þess að vekja athygli á þessu. Sýslumaður tjáði okkur það að þessu yrði sennilega að vísa frá þar sem þetta var einkamál. En ef að kæmu nógu margar svona kærur, að þá yrði að skoða málið í alvöru. Þetta fór í fjölmiðla, það voru nokkri fjölmiðlar sem vildu fjalla um þetta en ekki mjög margir. Ég hef samband við bankann og spyr hvort að þeir séu ekki núna tilbúnir til þess að semja við okkur. Ég fæ svar, algjörlega á sömu nótum áður.
þar sem að ég neyti að skila umbeðnu gögnum, mun bankinn halda áfram innheimtuaðgerð, því að ég hafði fengið bréf frá bankanum það að hann ætlaði að fella þessar ábyrgðir og ég að borga þessar peninga og ég hefði 15 daga til þess, sem ég átti náttúrulega ekki til. Eftir 3 ára þrefi bankan er ég orðin blöng og ég á ekki einu sinni fyrir lögfræðiþjónustu. Og þá hugsa ég, hvað gerir fólk sem ekki á fyrir lögfræðiþjónustu? Hver ver okkur? Hver hjálpar okkur? Ef það er ekki lögreglan og ríki, hver gerir það þá? Og þegar ég sá það að þeir voru ennþá sama sinnis, að það ákvað ég að ganga enn lengra. Við byggum til aðra kæru þar sem við kærðum einstaklinga. Við kærðum Steinþór Pálsson bankastjóra, Hjördísi Dröfn Vilhjálmsdóttur sem er yfir eignaumsýslu, eða þetta er endurskipulagningu eigna hjá Landsbankanum, og Helga Teit Helgason sem er fyrrum útibússtjóri Akureyri, fyrir fjársvik, samkvæmt 248. grein almennra hegningarlaga. Þegar sýslumaður tók þeirri kæru, að þá brá honum. Og ég studdi þetta fullt af gögnum, ég var með helling af gögnum sem ég sýndi fram á það að þarna væri verið að brjóta á okkur. Hvað á ég að gera sem á enga peninga? Ég á ekki efna því að vera með lögfræðiþjónustu. Ég á ekki fyrir 15, 20, 30 krónur klukkutíma hjá lögfræðingi. Er það þá ekki ríkið? Eða lögreglan? Eða ríkis sérstakur saksóknari eða ríkissaksóknari eða hver gerir þetta? Og hann sagði, ok, mér ber skylda til að taka við þessu, mér ber skylda til að skoða þetta. Og ennþá ítrekkaði hann það að ef að fleiri kæru bærust, að þá neyddist fólk til að taka, eða neyddist yfirvöld til að taka á þessu máli. Og staðan er sem þessi, bankinn hefur náttúrulega ekki svarað þessu. Núna voru fjölmiðlar ekkert rosalega læstir í að nafngreina fólk eða segja frá því að einhverjir einstaklingar í bankunum hefði verið kærðir. En niðurstaðan var svo að þessar kærur í rauninni verji okkur. Þær gera það. Í millitíðinni var bankinn settur mig á hausinn, fer með mig í gjaldþrot því ég hafði 15 daga til að svara þessu og það er 50 daginn í þessari viku sem að ég á að vera búin að greiða, annars ætla bankinn að fara í aðför á okkur. Þá ber skiptastjóra að skoða okkar mál og skoða þessar kærur og ef síðan reynist rétt að samningurinn er ólöglegur og allar þessar aðgerðir sem bankinn hefur byggt okkur með ólöglegum hætti í 3 ár séu réttar, þá ber bankinn skaðabót. Þess að hann er með skaðabót og skyldur. Og þetta gerði mig mjög rólega. Þú veist, ég segi, hjúk maður, vei. Og sýslumaður horfði á mig og sagði, vei, ætli þú fyrir hausinn. Ég segi, já, þá er kannski eitthvað gert í þessu. Þú veist, þá er mér bara hólpið, hjúk. Og svona er staðan núna. Kæran er hjá sýslumanni, hún var að fara í síðustu viku, þeir hafa 3 vikur til þess að fara yfir þetta. Og ég bíð bara spennt að sjá hvað gerist. Þetta er okkar saga. Og ég auðvitað geti ekki sagt við fólk, fariði og kæriði. En ég segi, skoðiði samningana ykkar. Og ef þið eru með í höndunum eitthvað sem telji vera ólöglegt og ef þið telji það sé brotið á okkur, þá segi ég það sem stendur hérna. Í krafti fjöldans getum við allt. Trúið því. Takk fyrir.